Samherji hefur á undanförnum árum úthlutað styrkjum til ýmissa samfélagsverkefna, einkum í Eyjafirði. Síðustu helgi var úthlutað úr Samherjasjóðnum og fór athöfnin fram í nýbyggingu útgerðarfélags Akureyringa. Þar var opið hús og bæjarbúum boðið að skoða nýja fiskvinnslu og pökkunarstöð fyrirtækisins. Að þessu sinni var úthlutað samtals 80 milljónum króna. Styrkþegar eru einkum íþróttafélög, svo og einstaklingar sem hafa vakið verðskuldaða athygli á ýmsum sviðum. Samherji hefur stutt vel við bakið á íþróttasambandi fatlaðra og í ár hlaut sambandið einnig myndarlegan styrk, auk þess sem samstarfssamningur var undirritaður. Fyrst var veitt úr Samherjasjóðnum árið 2008. Þá var nú ný orðið hrun, þannig að þetta var nú gert þess að styrkja barnafjölskyldur líka, greiða niður æfingagjöld og ferðakostnað, en svo átti líka Samherji stórafmæli. Þannig að þetta passaði mjög vel saman. Hvernig standi þið að því að taka ákvarðanir úthlutanir? Sko, það er ósköp einfalt. Við bara gerum það svo okkur dettur í hug. Þegar okkur dettur í hug, það er ekki flókið. En í fyrsta skipti núna, síðan 2008, þá settum við inn auglýsingu og báðum umsóknir. Bara svona til þess að rétta af, sjá hverjir hefði áhuga og það var mjög vel heppnað. Og eftir því förum við núna. Geir, þú ert formaður Íþróttabandalags Akureyrar, þessi styrkir Samherja, hversu mikilvægir eru þeir? Þeir skipta bara hreinlega öllu máli og við erum alveg ævintýralega þakklátt þessu frábæra fyrirtæki Samherja að standa svona í bakki á íþróttahreyfingunni vegna þess að það er ekkert auðvitað mál að við stöndum ekki á sama stalli og félögin fyrir sunnan, sökum ferðakostnaðar og það er ekki hægt að leggja endalaust á fjölskyldur að greiða á eigin vassa ferðakostnað og uppihald í ferðum. Þannig að þetta skiptir öllu máli og ég veit ég tala fyrir hönd allra íþróttaiðkanda í bænum að bara kæra þakkir til Samherja. Verður þú var við það að félögin þau hreinlega bara stóla á þessa styrkjörðu? Já, það er kannski það hættulega í þessu að það er auðvitað þannig að félögin eru svolítið farin að stóla á þetta og það er auðvitað alltaf hættulegu leikur en það kannski sýnir okkur bara hversu mikilvægt þetta er að það er erfitt að láta enda ná saman hjá íþróttafélögum jafnt sem ákveðnum hluta í fjölskyldunum í bænum. Þannig að þetta skiptir öllu máli fyrir okkur vegna þess að það versta sem við vitum er að börn geta ekki stundað íþróttir af fjárhagslegum ástæðum. Það er skelfilegt og þess vegna skiptir þetta öllu máli. Helga, þú hefur komið töluvert að rekstri íþróttafélaga. Íþróttafélag vantar alltaf fjármuni. Já, það gerir það. Og ég bara verið svo heppin að fá að vinna sem sjálfboðaliði, fyrst hér á Akureyri og svo núna í stjórn ISÍ og það er bara ekkert skemmtilegra en það. Þannig að þetta passa voða vel saman og það er kannski vegna þess að maður hefur þessa þekkingu og þá veit maður frekar hvað maður er að gera. Það er talað stundum að Akureyri sé mikill íþróttabær. Já, Akureyri er flottur íþróttabær. Það er öflugt starf hérna, fjölbreytt og mjög skemmtilegt. Er það mikilvægt fyrir samfélag á borð við Akureyri að búa vel að íþróttafólki? Það er bara mikilvægt allstaðar vegna þess að það hefur sýnt sig, alla kannanir og annað hefur sýnt það að það sem er góð íþróttafélag, það er gott starf og það líður börnunum ólíku vel. Skiptir það Samherja máli að íþróttastarf sé blómlegt? Já, bara að vera í góðu samfélagi, það skiptir öllu máli og bara vegna þess að áhugi okkar eiganda Samherja liggur á þessu sviði, þarna er náttúrulega mjög skemmtilegt að geta tekið þátt í þessu. Varðandi íþróttauppbyggingu á Akureyri, að þá hafa þessi styrkir komið sér vel væntanlega. Já, þeir hafa gert það og það má kannski segja að það sem gerir þetta enn glæsilegra er það að íþróttalífið á Akureyri er með hreinum ólíkindum. Hér eru hátt í 30 íþróttafélög og ennþá fleiri greinar og þetta væri auðveldara fyrir fyrirtæki í mörgum öðrum sveitarfélögum vegna þess að hér er fjölbreytnin hreint með ólíkindum og með við gömlum góðu höfuðtöluna held ég sé einstök nánasta heimsmælikvarða vegna þess að ég hef skoðað íþróttalífi í mörgum sveitarfélögum út í heimi og þetta er engu líkt eins og þetta er hér og þess vegna þetta er þrennt, þetta er stuðningur opinberra aðalans sveitarfélagsins, þetta er sjálfboðastarf sem Helga nefndi sem er ótrúlega mikilvægt og síðan þessi fyrirtæki sem er svona þriðji stóri pósturinn í þessu öllu saman. Þegar þú horfir á allar umsóknirnar, kemur þér það á óvart hversu litskrúðugt íþróttalífið og starfið er á Akureyri? Nei, alls ekki. Ég þekki það mjög vel og
Það var bara gaman að sjá hérna allar þessar umsóknir og við tókum út nokkrar, við gátum ekki sýnt öllu. En við höfum síðan 2008 þá erum við búin að leggja í þessa styrki rúman halvan milljarð. Þannig að það er nokkri sem hafa notið góðs af þessu. Svona, já, á aðvendunni þá er gaman að gefa? Já, mjög. Sérstaklega það. Finnurðu fyrir þakklæti? Já, ég þekki sem betur fer mjög marga ennþá hér á Akureyri og ég finn það. Og mér finnst bara best að sjá að þetta kemur að gagni. Það er það besta. Já, þetta er bara ánægjulegur dagur að geta staðið fyrir og eins og ég sagði áðan í opnuninni að byggir alltaf því að rekstur fyrirtækjana sem að samstæðinu standa hefur gengið bara vel. Þegar að þið horfið yfir til dæmis í félagsstarfsemin á Eyjafjarðarsvæðinu, íþróttir og annað slíkt sem að þið eru að styrkja, félagsstarfsemi er mjög öflug á svæðinu. Við höfum verið að styrkja það starf sem að byggja á mikilli sjálfboðavinnu og íþróttastarf og æskulisstarf gerir það og ég held að við búum við mjög öflugt starf í að hálfu íþróttafélaga og æskulissfélaga hér og ég held að það sitt bara til að gera lífið betra í þessu samfélagi sem við búum í og ég tel að það er eins og íþróttastarf mjög mikilvægt fyrir unglinga og börn og nákvæmlega sama æskulisstarfið þannig að það er mjög ánægjulegt að geta tekið þátt í því að styrkja þetta sjálfboðastarf sem þar fer fram. En fyrir starfsemi eins og Samherja, hversu mikilvægt er það að starfsfólkið sé öflugt í félagsstarfi líka? Það er auðvitað mikilvægt og bæði hreyfing og íþróttir fyrir alla er mjög mikilvægt og svo samkennd og samvinna sem að þar kemur fram og er jafn mikilvægt líka. Það er þetta hérna svona team spirit sem er mjög gott og sýnir sig alltaf að gefa besta árangur. Þú nefndi það í þinni ræðu, Þorsteinn, að þú væri sérlega stoltur af styrk ykkar við fatlaða. Já, það er nú bara þessi gleði og dugnaður sem að við hinn getum tekið okkur til fyrirmyndar sem að kemur fram í þeirra starfi og það er mjög, eins og segið, það ræður gleðin ríkjum og það er mjög gaman að sjá það og fá að vera þátttakandi í þessu.